Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 13. apríl er pálma sunnudagur, vika til páska. Þema dagsins er hinn líðandi þjónn. Í lexíunni er spádómur fyrir innreið Jesú í Jerúsalem. Í pistlinu skrifa Páll, verið með sama hugafari og Kristur Jesús var. Og í Guðspjallinu smyr María fætur Jesú með dýrum smyslum. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Jóhannesi 12. kafla. 6 dögum fyrir páska kom Jesús til Betaníu þar sem Lasarus var. Sá hann vakti frá dauðum. Þar var honum búinn kvöldverður og Marta gekk beina en Lasarus var einn þeirra sem að borði sátu með honum. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardusmyslum og smurði fætur Jesú og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smyslana. Segir þá Júdas Ískariot einn lærisveina hans, sá myndi svíkja hann. Því voru þessi smysl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum. Ekki sagði hann þetta af því að hann léti sér annt fátæka, heldur af því að hann var þjófur. Hann hafði pyngjuna og tók af því sem að í hana var látið. Þá sagði Jesús, látið hana í friði. Hún hefur geymt þetta til greftrunardags míns. Fátæka hafið þið alltaf hjá ykkur, en mig hafið þið ekki ávallt. Nú frétti allur fjöldi gyðinga af því að Jesús væri í Betaníu og þeir komu þangað, ekki aðeins hans vegna heldur og til að sjá Lasarus sem hann hafði vakið frá dauðum. Þá ákváðu æðstuprestarnir að taka Lasarus af lífi, því vegna hans sneru margir gyðingar baki við þeim og fóru að trúa á Jesú. Degi síðar frétti hinn mikli mannfjöldi sem var kominn til hátíðarinnar að Jesús væri að koma til Jerúsalem. Fólk tók þá pálmagreinar, fór út á móti honum og hrópaði, Hósanna. Blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins, konungur Ísraels. Jesús fann ungan asna og settist á bak honum eins og skrifað er, óttast ekki dóttirin Síón, konungur þinn kemur og ríður östnu fola. Lærisveinar hans skildu þetta ekki fyrstu en þegar Jesús var dýrlegur orðinn, minntust þeir þess að þetta var ritað hann og að þeir höfðu gert þetta fyrir hann. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er hinn líðandi þjónn. Nafnið Síón táknar heilagleika. Í Sálmi 87 stendur, Drottinn grundvallaði borg sína á heilögum fjöllum. Hann elskar hlið Síónar meira en alla bústaði Jakobs. Dýrlega er talað þig, þú borg Guðs. Síón er einnig nafn hinnar nýju Jerúsalem borgar á himni, staður hinna hjartarheinu, ekki í merkingunni hinna útvöldu, eða í merkingunni að Guð hafi valið þá til að dvelja þar, heldur þver öfugt. Síón er borg þeirra sem velja að dvelja hjá Guði. Sakarías spámaður skrifaði, fagna mjög dóttirin Síón, lát gleði látum, dóttirin Jerúsalem. Sjá konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigursæll, lítillátur og ríður asna, ungum östnu fola. Hann útrýmir hervögnum úr Efraim og víghestum úr Jerúsalem. Öllum herbogum verður eitt. Hann mun boða þjóðunum frið og ríki hans mun ná frá hafi til hafs og frá fljótinu
til endimarka jarðar. Spádómar Gamla testamentisins sögðu fyrir komu Jesú til Jerúsalem ríðandi á asna. Og Guðspjallið segir okkur að Jesús hafi komið til Betaníu 6 dögum fyrir páska. Þar borðar hann kvöldverð með Lasarusi og María smyr fætur Jesú með rándýrum smyrslum. Samsvarandi frásögn einnig í Markúsi 14. kafla. Þessi dýru smyrsl segja okkur að Maríu fannst ekkert of gott fyrir Jesú. Hann átti skilið það besta sem hún átti. Í frásögnum þar sem að María kemur við sögu hún alltaf við fætur Jesú en Marta þjónar til borðs. Og eftir að hafa smurt fætur Jesú þurrkaði María fætur hans með hári sínu. Hárið var í orðsins fyllstu merkingu höfuðprýði kvenna, svo að með þessari aðgerð lægði hún stoltið, alveg niður að jörðu. En í augum Júdasar var Jesús ekki 300 denara virði. Og þó það fari engar sögur af því í Guðspjöllunum að Jesús hafi gefið fátækum peninga, þá fannst Júdasi réttara að selja smyrslin, sem hann átti þó ekki, og gefa fátækum peningana. Látið hana í friði, sagði Jesús, hún hefur geymt þetta til greftrunardags míns. Jesús vissi hvað beið hans. Jerúsalem var miðja gyðingdómsins á dögum Jesú, þar var musterið aðal fórnarstaðurinn og þar voru hátíðnar haldnar og þangað var Jesús að fara því það voru að koma páskar. Hann konungurinn sem kom, lítillátur og boðaði frið og kærleika. Hann kom ekki með yfirgangi, þó vitum við að hann sigraði heiminn og ríki hans mun ná til endimarka jarðar. En fyrst varð hann að færa hina fullkomnu fórn. Hið góða þurfti að sigra hið illa í eitt skipti fyrir öll, fyrir alla menn. Jesús var búinn að segja lærisveinunum hvað væri í vændum, en þetta kvöld sjáum við ekki að þeir hafi haft neinar áhyggjur af því. Þeir njóta matarins, þreyttir eftir ferðalag dagsins og ilmur smyrslana fyllti húsið. María hefur ekkert til sparað. Það tekið fram að Jesús hafi reist Lasarus bróður hennar upp frá dauðum og nú tók fólk að flykkja stað til að sjá hann. Æðstuprestarnir voru búnir að ákveða að taka Jesú af lífi, en nú ákváðu þeir að taka einnig Lasarus af lífi. Þeir óttuðust minnkandi fylgi, þeir lifðu á fórnum almennings, peningagjöfum til musterisins og óttuðust skerðingu sinna kjara. Jesús gerði fjölda kraftaverka, læknaði fólk og reisti upp frá dauðum, en lagði þó engar kröfur á fólkið. Hann sagði aðeins, fylgið mér. Í pistlinu skrifar Páll að Kristur veiti kjark, kærleikur hans uppörfi og trúin á hann veiti mönnum samfélag þar sem hlýja og samúð ríki. Og í því samfélagi var líka jafnrétti. Það var nýlunda í þeirra stéttaskipta samfélagi. Boðskapurinn bauð fólki að elska náungan, vera lítillát og hafa orð og gjörðir Jesú til eftirbreytni. Vera með sama hugarfari og kunna að meta og þiggja fórnina sem hann færði. Hann var í Guðs mynd, en hann hafði ekki farið með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig
og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Við náum ekki fullkomlega utanum þennan kærleika. Hvílíkur kærleiki það var sem Jesús sýndi mannkyninu. Og Páll skrifar að vegna þessa hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Það þarf sá sem að fylgir Jesú að játa. Jesús er drottinn. Sé eitthvað eitt orð notað til að lýsa Jesú, þá eru fræðimenn almennt sammála að það er hugtakið kærleikur sem hefur einkennt orð og gjörðir Jesú. Og Páll postuli skrifaði að allt muni líða undir lok nema kærleikurinn. Hann muni aldrei falla úr gildi. Guð er kærleikur. Já, í dag er pálmasunnudagur og þema dagsins hinn líðandi þjóð. Það er áberandi í guðspjöllunum að leiðtogar gyðinga óttuðust fylgistap. Lögmálið sagði að fólki skyldi óttast Guð, en Jesús var andstæðan við þann Guð. Jesús boðaði kærleika, fyrirgefningu, fordómalaust samfélag, jafnrétti, vináttu og samúð sem kostaði ekkert. Það kostaði fólkið ekki peninga, en öllum trúarbrögðum fylgir agi og menn þurfa að gefa sér tíma til að kynnast Guði, styrkja trúna í samfélagi við aðra trúaða, íhuga kenningarnar, uppgötva leyndardómana, kraftaverkin sem gerast enn í dag. Og það sem allir geta gert, stuðla að því að breiða út boðskapinn með því að bera trúna utan á okkur. Vera óhrædd að kannast við Jesú, svo hann kannist við okkur þegar við mætum fyrir framan hásæti hans á himnum. Þegar María bar smyrslin á fætur Jesú er sagt að ilmur þeirra hafi fyllt húsið og þá fyrst tók Júdas eftir kærleiksverkinu sem hún vann. Á þessum tíma lágu menn til borðs, svo María hefði getað unnið sitt verk óséð, en ilmurinn barst allt hús. Þannig eiga verkin okkar að vera í þágu náungans, unnin án þess að við ætlumst til þess að allir viti að við unnum gott verk. En Guð mun vita það, hann mun finna ilminn af þeim. Kærleiksverk eru unnin án þess að ætlast til endurgjalda. Já, Jesús er hinn líðandi þjónn. Hann var hinn fullkomna fórn og hann bauð lærisveinum sínum að hjálpræði hans skuli boðað allt til endimarka jarðar. Og eins og þægilegur ilmur smyrsla Maríu fyllti húsið, á ilmur fagnaðar erindisins að fylla heiminn. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.